Velkomin í Rauðan raunveruleika. Í dag ætlum við að fjalla svolítið ástandi sem í Sýrlandi. Það á örskömmum tíma féll ríkisstjórn Assads og í staðinn komin uppreisnarhópur sem ber rætur að rekja í Al-Qaida og meðlimi ISIS, Íslamska ríkisins svokallaða. Og við, Anita, fengum Tjörvar Sjött með okkur hingað til þess að fjalla þetta. Myndin sem við vorum með hérna í byrjun frá honum Þrandi okkar og hann virðist fylgjast það vel með þessu. Hann slæðir þessu svona upp. Al-Qaida, Vogue Al-Qaida og þar verið að benda á það að CNN, sem náttúrulega eitt stærsti fjölmiðill Bandaríkjanna með beinar tengingar inn í hergagnaðinaðinn og djúpríkið svo kalla, hefur verið að hvítþvo þennan mann og við fáum upp mynd nummer 2 hérna til dæmis á CNN. Þar verið að segja frá því hvernig þessi Syrias rebel líder fór frá brjáluðum jihadista yfir í svona flottan uppreisnarmann. En Tjörvi, hver þessi maður? Hvað hefur hann gert? Hvaðan kemur hann? Já, hann kallar sig Al-Julani, sem svona viðurnefni sem hann hefur valið sér. Það stundum hann kallaður Al-Golani, því það þýðir að hann frá Gólanhæðum. Svipaður leiðtogi ISIS hét Al-Baghdadi, sem þýðir að hann frá Bagdad. En þessi Al-Golani, það voru þessar foreldrar hans sem voru frá Gólanhæðum og það náttúrulega kaldanýslegt því að Ísrael hefur hertekið Gólanhæðir og núna eru hans stjórnvöld sem hafa tekið við völdum í landinu ekki að gera neitt í því En allavega, hann sem þetta var áður leiðtogi Al-Nusra samtakana og þessi HTS samtök sem heita núna Hayat Tahrir al-Sham voru áður Al-Nusra en skiptu svo breyttum nafn yfir í þetta HTS, voru áður Al-Nusra. Al-Nusra var bara armur Al-Qaida í Sýrlandi. Þannig að þetta í rauninni bara Al-Qaida sem hefur skipt nafn. En svo reyndar þegar þau skiptu nafn, þá tóku þau fleiri samtök inn, þannig að þetta eru, ekki bara Al-Qaida, heldur fleiri samtök, en þau hafa öll sömu hugmyndafræðina. Þetta er allt saman íslamista samtök, sem að koma inn í þetta HTS. Rosa öfgakend túlkun á íslam, bara bullandi feðraveldi, bullandi ofbeldi, það svona lítið umburðarlyndi fyrir öðrum trúabrotum af íslenskum uppruna. Þannig að þetta eru hálfgerðir, þetta eru hálfgerðir svona fasistar, Já, þetta þetta svona einhvers konar íslamskur fasismi, þessi hugmyndafræði sem að þeir aðhyllast, svipað og talibanar í Afganistan. Og ég meina þegar talibanar tóku völd í Afganistan þá voru allir að fordæma þá hvernig komið fram með konur og svo framvegis, en við sjáum ekki eins mikið af því núna þegar þeir ná völdum í Sýrlandi. Nei. Og svo bara ekki neitt. Hvað segirðu? Bara ekki neitt. Einmitt, og það hluti að þessu það verið að endurskapa ímynd þeirra, og eins og þú segir að þeir líta á svona aðra önnur trúarbrögð og minnihlutahópa bara sem villutrúamenn. Ég meina til dæmis eins og Alavítar sem minnihlutahópur í Sýrlandi og Assad-feðgar sem réðu í landinu áður, þeir voru af þessum trúarhópi sem heita Alavítar. Það Shía-múslimar, en þeir líta á þá sem einhvers konar trúvillinga, og svo líka drúsar, svokallaðir drús og jasítar og fleiri. Og ég meina þegar ISIS náði völdum tók yfir stóran hluta landsins 2014-15, þá voru þeir að fremja þjóðamorð á jasítum, sem annar svona minnihlutahópur bæði í Sýrlandi og Írak og þessi Al-Golani, það sem aldrei minnst á heldur að hann var líka í ISIS, hann var ekki bara leiðtogi Al-Qaida í Sýrlandi, Al-Nusra, hann var líka í ISIS og það kemur fram í þessum CNN-greinum sem að þú vísaði til í upphafi að hann var á launum hjá Al-Baghdadi sem að var leiðtogi ISIS, það var að fá $50,000 á mánuði. Þetta bara það sem sagt í CNN-greininni. Og ef við skoðum Wikipedia síðuna hans Al-Golani, þá stendur þið farið bara í career, sem sagt ferill. Já, hann starfaði fyrir Islamic State of Iraq 2006-2012. Þetta voru 2 samtök. Það var annars vegar Islamic State of Iraq, Islamic State of Syria. Svo sameinust þau í Islamic State of the Levant. Þetta var áður en þau sameinust. Þá var að hluta þessar samtökum. Og það verður einmitt, og við erum að sækast þetta í að gera það hér í dag, að fara aðeins yfir svona baksöguna og hvernig þetta varð, hvernig þetta kom til að þessi samtök séu orðin svona öflug og geti náð stjórnana. Þannig að tengist í að ríkisstjórn Assads naut ekki mikils stuðnings endilega og til dæmis voru herforingjar hans með einhverja $40 á mánuði að meðan svona hryðjuverkamenn eru gjarnan með miklu hærri laun. En sjáum mynd nummer 3 að það þegar að borgarastyrjöldin að hefjast þarna í Sýrlandi, hvað það, 2011
þá skipar Obama CIA, það felur því það verkefni að sem sagt, reyna að styðja að koma Assad ríkisstjórninni frá og þeir eru alveg að bara pumpa sem sagt, peningum inn í Sýrland, inn í vopnakaup til þar sem þeir vildu meina að væru eins og þeir kölluðu það svona moderate rebels, þeir vildu meina að þeir væru að styðja við svona frjálslinda lýðræði sinna sem væru að berjast gegn einræðisherranum Assad en raunin varð að megnið ef ekki svo til allt af þessum peningum var að fara í hópa sem tengjast Al-Qaida og átti setna eftir að tengjast meira ISIS og svo framvegis og við fáum mynd nummer 4 að það er sagt frá hversu mikið peningum þetta eru sem CIA var að setja þann inn einn af hverjum $15 í overall CIA budget hérna samkvæmt Washington Post sem greindi þetta var að fara í þessar aðgerðir í Sýrlandi sem voru hannaðar til þess áttu að reyna að ná því fram að koma Assad frá og nú er Assad ekki endilega einhver frábær leiðtogi og nýja erum við að lýsa yfir stuðningi með honum en ef við horfum á víðari geopólitísku myndina og fáum hérna upp mynd nummer 6 þar sjáum við það sem er stundum kallað svona öxull andspyrnunar við sem sagt síonismann og bandaríkjamenn og áhangendur þeirra á svæðinu þið sjáum þarna Jemen, Palestína það sem er eftir af henni formlega Líbanon Sýrland, áður fyrr, Íran auðvitað og Írak að einhverju leyti ennþá. Sýrland var gríðarlega mikilvægt bara svona svæði og landfræðilega mjög mikilvægt fyrir andspyrnuhópa í Palestínu og í Líbanon. Þarna voru þeir að flytja gríða mikið af vopnum sem að Hezbollah og Hamas voru að fá frá Íran en þetta breytir svolítið stöðunni núna að Sýrland sé að falla og það er mjög merkilegt að fyrir nokkrum vikum komst á vopnahlé á milli Hezbollah og Ísraels þó að Ísrael heldur nú samt bara fram að sprengja fullta skotmörkum í Líbanon en rétt áður en að það vopnahlé komst á höfðu Ísraelsmenn sprengt í tætlur ákveðna landbrú sem er þekkt á svæðinu sem var að tryggja það að Hezbollah og Hamas getur verið að fá voru að fá sem sagt vopn frá Íran þaðan þannig að það kemur á þetta vopnahlé rétt eftir að Ísraelsmenn eru búin að sprengja þetta allt í tætlur hana og svo hefst þessi leiftursókn þessara fyrrum Al-Qaida og ISIS manna. Já, hún hefst þarna 27. nóvember sem er sama dag og vopnahléið var undirritað á milli Hezbollah og Ísrael og það er ekki tilvíljun sko þannig að þetta hlýtur að tengjast sko að náttúrulega þessir uppreisnarmenn sem að sóttu þarna fram sko frá Idlib héraði sem að þeir hafa ráðið yfir þarna í norðvestur hluta Sýrlands í mörg ár og að það er ljóst að þeir hafa sko fengið stuðning og verið þjálfaðir og verið studdir af Tyrklandi og á sama tíma á uppreist þeirra hófst þá opnaði Tyrkland landamærin yfir og erlendir sjálfboðaliðar voru að streyma inn sem að minna svolítið á það þegar ISIS var að ganga fram 2014-15 af því að margir af þessum stríðsmönnum sem berjast fyrir þá eru erlendir sjálfboðaliðar og svo er jafnvel talað að þeir hafa ekki bara sótt inn frá Idlib héraði heldur bara beinlínis frá Tyrklandi að sóknin kom bara frá Tyrklandi og þeir voru vel vopnum búnir þeir voru með skriðdreka og þeir voru með dróna sem er sagt að þeir hafi fengið frá Úkraínu, svo kallar FPV dróna þannig að þú veist, þetta kemur ekki úr engu, þeir hafa verið vel skipulaðir og þjálfaðir og Tyrkland, eins og við vitum, er náttúrulega í NATO og þannig að þessi aðgerð hefur einhverjum hluta til verið skipulega á tyrknesku leyniþjónustunni og auðvitað eru þeir í samband við leyniþjónustur annarra NATO-ríkja eins og Bandaríkjana og við Ísrael sem er náttúrulega mikill bandamaður Bandaríkjana og NATO og náttúrulega og Ísrael hagnast mjög á þessu af því að þeir voru fastir, þeir réðust inn í Líbanon þess að reyna að berjast við Hezbollah og þurrka Hezbollah út og náðu engu fram. Ég meina þegar Ísrael réðust inn í Líbanon á 1982 þá voru þeir komnir að höfuðborginni Beirút bara nokkrum dögum. En núna, þeir eru réðust inn á þessu ári, þeir náðu allavega að ná nokkur þorpum á sitt vald sko. Og þurftu síðan bara að bakka og skrifa undir vopnahlé. Og hvers vegna? Það er því Hezbollah-samtökin eru svo öflug og þau eru náttúrulega studd af Íran og fá vopn frá Íran. Og hvaðan kom þessi vopn? Sko, ef lítið á landakort, þá sjáum við að Líbanon er umkringt af Sýrlandi. Þannig að vopnin koma í gegnum Sýrland frá Íran til dæmis.
og þess vegna vildi sko Netanyahu koma höggi á Sýrland og Assad og steypa honum frá og hann segir það sjálfur þegar að Assad féll frá þá flytur Netanyahu ræðu, hann fer til Gólanhæða sem að Ísrael hertók af Sýrlandi fyrir mörgum mánuðum síðan. Við erum með myndaðanum númer 10 og flytur sko ræðu þar sem hann segir að sko Sýrland miðpunktur andspyrnu öxulsins eins og hann orðaði það. The center of the axis of resistance og við áttum okkar þátt í að steypa Assad á stóli að því að við veiktum Hezbollah. Þeir eru náttúrulega nýbúnir að taka leiðtoga Hezbollah að lífi og þeir gerðu árás á Hezbollah með svona talstöðum sem sprungu upp og drápu marga leiðtoga þeirra þannig sko. Þannig að Hezbollah var mjög veikt og í sýrlensku borgarastyrjöldinni þegar hún geisaði, þið veitir fyrir mörgum árum fyrir 2020 að þá kom Hezbollah inn og tók þátt í borgarastyrjöldinni og barðist með sýrlenska stjórnarhernum með Assad í liði. Og núna í stríðu þeirra við Ísrael þá þurftu þeirra að draga herlið sitt tilbaka frá Sýrlandi og eru búin að vera svo uppteknir í Líbanon og það gaf þetta sóknartækifæri sko. Að leiðin til Damaskus var bara galopin af því að Hezbollah þurfti að draga sér tilbaka og þetta strategían hjá Netanyahu hún tekst ekki að sigra Hezbollah í beinu stríði, beint í innrás í Ísrael en hvernig kemur hann höggi á þá? Það að taka út Assad af því að þá getur Íran ekki lengur sendt sín vopn til Hezbollah í gegnum Sýrland. Svo þeir skiljið svona geopolítikina og landfræðilega hliðina á þessu sko. Og fáum núna upp mynd nummer 11 að þeir hafa viðurkennt það sjálfur í ísraelska hernum að þeir voru að styðja þessa sýrlensku uppreisnarmenn og fagnaði þessu mjög myndin sem vorum að sjá á Netanyahu og þar hann á Gólanhæðunum bara eftir að ríkisstjórn Assads féll að fagna sigri og segir að það sé þeim að þakka, það sé þeim sjálfum að þakka að þetta sé að gerast. Sjáum líka mynd nummer 13 þar sem hann að fagna þessu og það mikilvægt, þú varst að nefna í þessu samhengi að þetta ekki eins og þessir svoköldu uppreisnarmenn menn á svæðinu séu bara innfæddir sýrlendingar að það líkt og með ISIS-bylgjunni að þetta var fólk að koma alls staðar aður heiminum. Klikkist að sko. Málaliðar og líka svona hugmyndafræðilegir hvað kallast það svo Lafi jihadistar sem eru með bara svona einhverja algjöra svona alræðis. Ég sá einhvern tímann tölfræðina fyrir þessu, fyrir Sýrlandsstríðið þegar geisaði upphæðlega. Þið vitið, það var 2011 og alveg fram til 2020 þegar það var vopnahlé samþykkt að mjög stór hluti þessara stríðsmanna sem voru að berast fyrir uppreisnarmenn, þeir voru eins og þú segir erlendi sjálfboðaliðar og mjög margir þeirra voru að koma frá Mið-Asíu, sem sagt frá Tjetjeníu og þið vitið þessir tyrknesku múslimahópar sem að búa þarna í Asíu, júgurar og alls konar svoleiðis hópar og svo vitið þið þá hafði svipa gerst í Líbíu áður. Árið 2011 þá var uppreis gegn Gaddafi sem var leiðtogi Líbíu og honum var steypt á stóli þegar NATO skarst í leikinn og gerði loftárásir til stuðnings uppreisnarmönnunum og þeir tóku Gaddafi að lífi og landið bara splundraðist og var það failed state. Og það sem að gerðist í framhaldi af því, þetta Operation Timber Sycamore, þannig að CIA aðgerðin sem að þú myndist á, það sem að þeir voru að gera, þeir voru að taka vopnin sem að höfðu verið í Líbíu og flytja þau yfir til Sýrlands. Og margir af þessu sömu mönnum sem höfðu tekið þátt í uppreisninni í Líbíu, þeir fóru síðan yfir til Sýrlands til þess að taka þátt í uppreisninni þar og með sömu vopnum. Þannig að þetta tengist allt Já, mjög tengt. Og magna líka ef við fáum upp mynd nummer 14 eins og þú myndist á að þá virðist Úkraína hafa spilað þátt í þessum aðgerðum líka að þau hafa verið að samþætta sig með þessum fylkingum og það tengist náttúrulega þessari víðari geopolítísku mynd nú hafa Rússar verið með herstöðar í Sýrlandi og verið studdu ríkisstjórn Assads þegar borgarastyrjöldin geisaði og komu eins og Hezbollah hjálpa stjórnarhernum og núna þegar ríkisstjórnin farin þá ég var nú bara að sjá fréttir það í morgun að Rússar eru búin að yfirgefa þessar herstöðar sínar í Sýrlandi og það hefur sést myndbönd af bandarískum hertrökkum og bílum að koma inn og taka þessar herstöðar og við sjáum mynd nummer 18 það mikilvægt í þessu samhengi að Bandaríkjamenn eru búin að vera að hernema Sýrland bara í mörg ár núna, yfir 10 ár held ég og búinir að vera að taka olíu þaðan, bara að ræna henni frá Sýrlandi og það tengist líka af hverju kannski þessi
ríkisstjórn hrynur svona eins og hann gerði að efnahagsþvinganir Bandaríkjanna á Sýrland voru mjög víðtækar og þungar. Það líka mjög mikil spilling þarna sem var auðvitað og Assad sem einræðisherra þarna að svona stjórna vissum fylkingum, svona ólígarkískum fjölskyldum kannski, og þetta verður allt rosalega strempið þegar það er lokað á olíuna og það eru efnahagsþvinganir og svo framvegis. Núna eru sumir að tala um það að sé verið nú veit ég ekki hver íslenska þýðingin er á því að partitioning Syria. Ég verð að skipta því upp. Já, skipta því upp og fáum aftur mynd bara 16 til þess að, fyrir ekki að fáum mynd 17 fyrst, grein hérna úr The Times of Israel sem ísraelskur fjölmiðl. Lebensraum needed for Israel's exploding population. Þetta sem sagt maður skrifin grein að nota, sko þetta er ótrúlegt að menn skuli vera að tala svona. Lebensraum needed fyrir sem sagt stækkandi fjölda Ísraelsmanna og Lebensraum er náttúrulega orðið sem að Hitler og nasistannir notuðu Austur-Evrópu að þeir vildu taka Austur-Evrópu, þeir vildu þjóðernisreinsa bara hressilega Austur-Evrópu fólk þaðan og hreppa þau í ánut til þess að búa til svona living space, til þess að búa til lífsrými fyrir þjóðverðina. Já, lífsrými, já. Og þessi maður hérna brófinberlega að tala um að það þurfi lífsrými fyrir Ísrael og það er náttúrulega kannski bara vita núna, guðsílof, að þú veist, miðjan í Ísrael er náttúrulega bara ekki þar í einhverjum algjörum sko brjálaðum þeir vilja bara það sem þeir kalla Greater Israel og ef fáum aftur upp mynd 16 á kortinu að þeir eru náttúrulega búinir að vera ólöglega að hernema Gólanhæðirnar í Sýrlandi frá 9. áratugnum eða svo, er það ekki rétt? Og eru núna í þeir tóku Gólanhæðir sko í stríðun 1967 Já. Og svo innlimuðu þær sko 1980. Þeir hafa ráðið yfir þeim í alveg 50 ára eða cirka bát sko. Og núna eru þeir að nýta tækifærið að alveg bara hlaupa áfram dýbra inn í Sýrland og virðast örugglega bara ætla að halda því og líka hafa verið að sprengja allt í tætlur meðal annars í Damaskus, höfuðborginni, að eyðileggja öll hergögn sem að sýrlenski stjórnarherinn var með en í það mesta árás bara nokkuð tíman þarna á einhverjum 48 tímum. Já, eftir að Assad féll þá frá var steyptur á stóli eða flúðiland, þá hóf Ísrael mikla loftárásir á Sýrland og þetta eru mestu loftárásir sem þeir hafa gert bara í allri sögunni, allavega á Sýrland sko. Og hafa sko verið að nýta tækifæri til þess að sprengja upp allar herstöðar og allt þetta military infrastructure og military assets Sýrland hersins sem að leystist bara upp sko. Og hvers vegna gera það? Þeir vilja náttúrulega bæði ekki að þessi hergögn falli í hendur á íslamistum, uppreisnarmönnum og einnig bara nýta tækifærið því að núna er enginn þess að verja þetta að því að Sýrlandsherinn hann hefur bara verið leystur upp líku við sko. Þannig að þeir eru ekki að verja þetta þannig að þeir geta sprengt allt í loftu upp. En svo náttúrulega sko má ekki gleyma því að Ísrael var einnig að gera loftárásir áður. Ég man til dæmis þegar ég var að skrifa frétt fyrir Samstöðin í sumar þá var ég að greina frá því að Sýrland var að gera loftárásir á Sýrland einnig og núna í nóvembermánuði áður en þessi sókn uppreisnarmanna hófst þá voru þeir líka að gera reglulega loftárásir þannig að það er náttúrulega til stuðnings uppreisnarmönnum hefur auðvitað hjálpað þeim skilur. Þetta borgarastyrjöldin var í langan tíma en hún hægðist aðeins á henni en hún var í raun alltaf ennþá í gangi þó þetta var svona nánast frosið og það var einmitt í þessum bæ eða borg Idlib í norðaustrinu. Þar voru ennþá Já, átökin voru sko frosin, það var vopnahlé sko. Þar voru ennþá þessir Al-Qaida tengdu aðilar og nutu þess stuðnings og mér langar að taka líka fram að það er alveg merkilegt að við fáum mynd nummer 7 eða 5 mynd nummer 5 að Bandaríkjamenn sjálfur skilgreina HTS sem hryðjuverkahóp og hérna var eitthvað CBC grein af hverju sýrlensku Al-Qaida tengdu aðilarnir sé ekki lengur á hryðjuverkamanna lista Kanada og þar er sagt að Bandaríkin séu búin að taka þau af listanum en það var ekki rétt og sendiráðið í Sýrlandi bandaríska tekur það fram og fáum mynd nummer 7 og þarna benda þær á að kjarni HTS er Nusra sem er Al-Qaida í Sýrlandi og sjáum mynd nummer 8
þarna gefa þetta bara út á nokkur svafa. Þetta náttúrulega 2017, hlutir búin að breytast síðan og þá segja þær að okkar staða gagnvart HTS hefur ekki breyst. Þetta við skilgrunum sem hryðjuverkasamtök og mynd númer 9 þá sjáum við þennan mann Al-Jalani hann eftirlýstur hjá Bandaríkjunum upp á $10 million. En það áttum okkur á því að menn sem eru sko Al-Qaida og ISIS og eru háttsettir þar, þetta eru menn sem eru búin að vera fyrirskipa sko fjöldamorð, þetta eru menn sem eru búin að vera fyrirskipa afhöðanir, þú veist, þetta bara mestir hillingur sem maður getur ímyndað sér og mér finnst nokkuð merkilegt að þegar þjóðamorðið að aukast í ásókn sinni eftir 7. október að þá voru við hérna á samstöðinni að fjalla svolítið Hezbollah, fjalla svolítið Hamas og reyna svona að berjast gegn áróðurunum sem var eiga sér stað ýmislegt sem þeir átt að hafa gert sem þeir gerðu ekki sko. Og hryðjuverka menn og svona. Já, og Hezbollah náttúrulega verður bara til sem svona andspyrnu hópur við Ísrael eftir innrásir Ísraels og svo eftir bara hernám Ísrael í Líbanon. Já, og þá verið að ráðast á okkur fyrir það að tala Hezbollah og látið eins og Hamas og látið eins og við séum stuðningsmenn sko hryðjuverka, þú veist, þegar það bara alls ekki sambarlegt að tala Hezbollah og Hamas og ISIS í sömu setningu og láta eins og þetta sé eins og það var línan einmitt sko. Við vorum líka bara komið staðinir. Þau eru bara eins og ISIS, en þau eru bara alls ekki neitt eins og ISIS. Nei. ISIS er ISIS, þú veist, þau eru skipulega að fremja bara hryllileg fjöldamorð og svo framvegis en ekki Hezbollah. En núna einmitt í mainstreams fjölmiðlunum og þá eru þessi ISIS og Al-Qaida hópar vinnveittir Vesturlöndum og ekkert minnst á það að séu ISIS og á meðan er þjóðamorðið að halda áfram. Þið sjáu hvernig sko málflutningurinn hefur verið Hamas í meginstjórnarfjölmiðlum og þeim sem eru til dæmis hliðarnar Ísrael og eftir árásirnar 7. október og þá var alltaf verið að lýsa Hamas og sem sko íslamistum og líka eins saman við Al-Qaida og ISIS og þetta sem Netanyahu hefur oft sagt Hamas is Al-Qaida is ISIS hefur hann oft sagt þegar hans bandamenn í Sýrlandi eru literally Al-Qaida og ISIS sko og þetta er auðvitað ekki rétt sko af því að Hamas þeir eru ekki íslamistar á sama hátt og Al-Qaida og ISIS Hamas eru sko þjóðfélagshreyfing þeir eru að berjast fyrir sko sjálfstæði palestínsku þjóðarinnar og endurheimta sko hernum í land og það sem að sko raunverulegir íslamistar segja eins og ISIS og Al-Qaida þeir gagnrýna sko Hamas og Hezbollah segja, þið eru svo smáborgaralegir þið eru bara að berjast fyrir landsvæði við höfum miklu hærri hugsjónir, við erum að berjast fyrir kalífatdæminu, fyrir hinum öllum múslimska heimi, skilur, að sameina hinn allan múslimska heim, íslamska heim í umma, eins og hérna þegar þeir lýstu yfir munstu hérna Íslamska ríkinu, kalífatdæmið þannig að sko þeir eru með svona sko hugmyndafræði sem að snýst ekki bara landsvæði sko eða eitthvað stakar þjóðir þetta er miklu stærri hugmyndafræði sem að íslamistar eru með og þess vegna gagnrýna þeir sko Hamas og Hezbollah að segja sko að þeir eru bara að berjast fyrir landsvæði það er eitthvað svona svo voðalega lítið bara merkilegt eitthvað þannig að sko þetta er raunveruleikinn þannig að það er ekki rétt að sko Hamas og Hezbollah séu íslamistar sko Hamas er líka komið frá sko Muslim Brotherhood samtökunum sko sem eru vissilega sko hérna strangtrúaðir muslimar en þeir ganga ekki nærða því að langt og íslamistar og Al-Qaida sko sem að ganga lengst að þeim öllum því það eru rauninni bara talibanar og skipulega að nota hryðjuverk og bara hrylling til þess að halda fólki niðri og ná stjórn og ef við fáum mynd nummer 20 að hérna erum við með heimild sem að sýnir það hvernig Bandaríkin vissu sjálf þau vissu alveg sjálf að peningarnir sem þau voru að senda inn vopnin í Timber Sycamore að þetta væru Al-Qaida og ISIS fylkingar hann langmest á bakvið. Já, þetta er stórmerkilegt hérna það er Ben Norton hjá Geopolitical Economy Report sem er búin að skrifa nokkra greinar þetta núna og þetta er hérna skjáskot af þeirri grein og hann vísar þarna í sko að þetta er skjal eða skýrsla á vegum Defense Intelligence Agency það er sko hérna stofnun á vegum sko hérna varnarmálaráðuneytisins í Bandaríkjunum hérna, þetta er sko Military Intelligence Report sko og þarna kemur fram mjög snemma, þetta er 2012 þetta er bara ári eftir að borgarastyrjöldin braust út og þetta er 2 árum áður en að hérna ISIS muniði sko steig fram og náði miklu landsvæði í hérna Sýrlandi og þarna kemur fram strax árið 2012 í þessu skjali sem hefur verið declassified og sem að Ben Norton fjallar í grinni og í þessu skjali segir að hérna það er verið að styðja hérna þessu uppreisnarmenn í Sýrlandi
og það rauninni sagt að það engin moderate rebels, að sko uppreisnarmennir eru leiddir af sko öfgamönnum, af íslamistum. Þeir eru sko leiðtogarnir hjá uppreisnarmönnunum sko. Það ekki hægt að tala neina moderate rebels sko. Þeir eru bara eitthvað lítil breyta í þessu sko. Það það sem kemur fram í þessu skjali, þetta stórmerkilegt. Og það sem eitt merkilegt að þeir einhvern veginn sjá fyrir ISIS, að því að það talað að það sem þessir islamistar vilja gera, þessir uppreisnarmenn í Sýrlandi, þeir vilja skapa kalífadæmi, þeir vilja skapa Íslamskt ríki, eins og Íslamska ríkið kallaði sig. Og það sem þeir vilja gera, þeir vilja sko ná ekki bara Sýrlandi, heldur líka Írak. Og það nákvæmlega það sem ISIS gerði. 2014 þá tóku þeir við stóran hluta af Sýrlandi, gerðu borgina Al-Raqqa af sinni höfuðborg og þeir sóttu einnig inn í Írak og tóku Mósul sem stór borg í norðurhluta landsins. Og þetta það sem segir sko í þessu skjali frá 2012 að þeir sá þetta fyrir. Þetta það sem islamistarnir vilja gera og þetta það sem þeir gerðu þegar þeir stofnuðu ISIS. Og þá einmitt var smá viðsnúningur að þið munið að þá fóru Bandaríkin í hernaðar íhlutun til þess að berjast gegn ISIS. Og Obama flutti ræðu og talaði hvernig ISIS var að fremja þjóðarmorð á jasítum sem það sem þeir gerðu og það var svona réttlæting fyrir því við þurfum núna að fara með hernaðar íhlutun inn í Sýrland og gera loftárásir á ISIS. Þannig að þetta bara fór out of control eins og maður myndi segja það, skilurðu. Stuðningur við þessa islamista sko. En svo einmitt þarna ég held að myndin hafi týnst en það eru tölvupóstar frá Jake Sullivan sem mjög hátt settur utanríkisembættismaður. Hann þjóðaröryggisráðgjafi Biden, National Security Advisor. Það einn hátt settasta staðan í ríkisstjórninni ásamt sko utanríkisráðherra. Hann hefur mjög mikil áhrif á að móta utanríkisstjórnina. Myndin týndist en þið getið fundið það hjá Wikileaks og þar e-mail frá honum til Hillary Clinton árið 2012 og þá hann að segja sko AQ með okkur í Sýrlandi. AQ er svona á sætin Syria og AQ stendur fyrir AQ, það Al-Qaida og þetta var þegar hann var aðstofamaður Hillary Clinton þegar Hillary Clinton var utanríkisráðherra í ríkisstjórn Obama. Já. Og núna hann þjóðaröryggisráðgjafi Biden, þessi Jake Sullivan sko. Það er svo mikið í þessu samhengi að átta sig á því bara að hvort sem þú ert að tala Sýrland, Úkraínu eða Líbíu að Bandaríkjamenn láta alltaf hljóma þannig að þeir séu að berjast fyrir mannréttindum og lýðræði og svo framvegis og sé að bjarga fólki og svona dót en það bara það síðasta sem þeir hugsa sko. Og við verðum bara átt okkur á því betur og betur og fleiri sko, að falla ekki fyrir þessum stöðulega narratífum sem þeir eru að fleita af því þeir eru að nota þær til þess að réttlæta fjöldamorð, stríð, kúgun út allan heim. En núna þetta verður augljósara með það sem þeir eru að gera á Gaza og þetta mjög svona léleg tilraun hjá þeim núna að reyna að hvítþvo þessa öfga islamista og það er að breytast ásýnd okkar á þetta en því miður þá svona hernaðarlega staðan og við fáum aftur upp mynd númer 16 að Palestína þetta er ekki góða fréttir fyrir Palestínu þetta eins og við höfum farið yfir og það eiginlega enginn að styðja Palestínu sko raunverulega það er bara Íran sem hefur verið að gefa þeim vopn, Hezbollah hefur veitt þeim stuðning en það líka í beinni andspyrnu við Ísrael, Tyrkland, Erdogan sem talar nú oft fyrir Palestínu, hann talar fyrir frjálsri Palestínu en það eru flesti Tyrkir alveg bara snelltu brjálæðir að horfa upp á það sem að gerast þarna á Gaza en svo ekkert að markan hann Erdogan, hann fer bara á fylgi sinni stefnu, fylgi sínum hagsmunum. Og við sáum að hann gerði náttúrulega Ísrael og Netanyahu mikinn greiða með því að hann aðal arkitektinn á bak við þessa sóknuna sko, sem að steypti Assad á stóli, því að hann studdi við uppreisnarmennina sem sóttu fram frá Idlib, HDS samtökinu og það allt, þannig að hann aðalinn á bak við það og hann var að gera Netanyahu mikinn greiða með þessu og þá kannski sjáum við hvers vegna hann hefur verið sko opinberu vettvangi að fordæma sko Ísrael fyrir það sem þeir eru að gera á Gaza. Það er bara retorík, þá hann að skapa sér cover svo hann geti skiluru náð sínu fram að því hann með sömu hagsmuni á Ísrael og Netanyahu í Sýrlandi að koma Assad frá sko og skipta beinlínis bara Ísrael upp á milli sín að bara Ísrael tekur hluta af landinu, Tyrkland tekur hluta af landinu skilur, það er umveruleikinn. Það er sem við erum að horfa upp að gerast akkurat núna og þá er nú merkilegt að það er oft talað um þetta responsibility to protect í alþjóðalögunum, nú man ég ekki hvernig það er á íslensku sko en þeir notuðu þetta til bara skyldan að verja, að vernda. Já, að þá sem þetta er að segja að þegar það er verið að fremja eitthvað þjóðamorð eða slíkt og þá hafi alþjóðasamfélagið ábyrgðina til þess að bregðast við og stoppa þetta og þeir notuðu þetta í Líbíu og notuðu þetta líka vissuleyti í Sýrlandi og hafa notað þetta nokkuð oft núna og Erdogan sagði þetta nú í ræðu einmitt sko alveg eins og þá þarf að stöðva þjóðamorð
í Rwanda, hefði átt að stöða þjóðarmorð í Rwanda, og þá sagði Erdogan, okkur ættu við ekki að gera það sama við Ísrael, þú veist. En einmitt, þetta bara retorík, hann bara að tala, sko. Þetta bara retorík og hann hefur, sko, Tyrkland hefur ekki gert neitt, þú veist, þetta sem hann segir, en skoðaðu gjörðir hans. Hann hefur ekki gert neitt til þess að styðja við, sko, Palestínum, en hann hefur ekki sendið þeim vopn. Ég veit ekki til þess að hann hefur reynt að senda þeim fjármagn eða neitt þannig, sko. Þvert á móti heldur hann áfram að stunda mikil viðskipti við Ísrael og hefur ekki sett neinar efnahagsþvinganir eða neitt á Ísrael, skilur. Og svo hann einhvern veginn, skilur, í svona óbeinu bandalagi með Ísrael þegar kemur á Sýrlandi, eins og við töluðum, skilur. Það hræstnari, sko. Þannig að þess vegna hann verður samt að, sko, að skapa sér eitthvað svona cover af því að Tyrkland er múslímaríki og langflest fólk, bara almenningur í flestum múslímaríkjum eins og Tyrklandi er mjög mikið á móti Ísrael og styður náttúrulega Palestínufólk. Þannig að, sko, hann verður náttúrulega, skilur, að þykjast allavega, skilur, styðja málstað Palestínumanna. Hann kæmist ekki upp með að gera það ekki, sko, skilur. Já. Og Katar tengist inn í þetta líka, geopólitíkina þar bakvið líka er mjög merkileg og fáum aftur upp mynd nummer 6 af því að þessi svona Gulf States, þessi olíu, og þetta eru sko áttum okkur á því, Saudi-Arabía, Oman, Katar, þetta eru sko olíu konungsríki, þú talaði að Assad sé einræðisherra, já, hann er einræðisherra, en þú ert með konungsríki þannig í Saudi-Arabíu, Katar Þetta er sko absolute monarchy sem svo Saudi-Arabía, það er alræði konungs nema hvað þau eru bandamenn Vesturlanda, Bandaríkjanna og njóta þess aðgengi að heimsækjörnu og líkt Sýrlandi og Íran og svona sem eru oft undir efnahagsþvingunum og þess aftur og fá þetta vopn frá Bandaríkjunum og alls konar stuðning og það er nú talað að Katar hafi verið mikið inn í þessum málum og það er merkilegt fyrir fólk, okkur Íslendinga kannski sem erum að reyna að fylgjast með fréttum Palestínu og við horfum svolítið mikið á Al Jazeera sem hefur verið með mun minni áróður í kringum sko Palestínu en nú sést mjög skýrlega þegar þessir atburðir í Sýrlandi að gerast að Katar er einmitt þetta absolute monarchy olíu fyrsta ríki sko sem er mjög innu upp við Assad og vill losna við Assad og eru menn bandarækjamanna þegar það kemur niður að því sko já þannig að það er ekki hægt að treysta þeim. Já sko já eins og segir sko Katar þeir vildu koma Assad frá og þeir tóku þátt í þessum í Sýrlandsstríðinu þeir voru að dæla peningu til uppreisnarmannanna sko. Þannig að þeir eru Katar og líka Sameinuðu arabísku furstadæmin og líka Saudi-Arabía. Saudi-Arabía er náttúrulega landi sem hefur verið að breiða út og styðja við þessa svokölluðu salafist hugmyndafræði. Þessir islamistar sem eru sunni-múslimar, þeir aðhyllast þessa svokölluðu salafist hugmyndafræði. Og það er Saudi-Arabía sem hefur haft sko frumkvæði að því að styðja við salafist hreyfingun út allan heim. Og það er það sem þessi ríki hafa verið að gera. Saudi-Arabía, Katar, Sameinuðu arabísku furstadæmin að styðja þessa uppreisnarmenn í Sýrlandi sem eru salafistar sko. Og þess vegna sjáum við eins og segir með Al Jazeera að Al Jazeera hefur verið með skárri málflutningum Palestínumálið heldur en aðrir mainstream fjölmiðlar á Vesturlöndum að því þeir eru meira hliðhollir Palestínumönnum. En þegar að kemur að Sýrlandi þá eru þeir eins og ríkisstjórnin mjög mikið á móti Assad skilur og styðja uppreisnarmennina sem eru íslamistar sko. Og láta núna eins og þetta sé einhvers konar lýðræðisleg bylting og þetta sé bara frábært, skiluru, ekkert að segja óalega mikið rétt frá þetta sem við verðum að tala núna, skiluru. Já, eins og við örgulega mörg heldum fyrst, sko. Ég fagnaði fyrst, sko, ég ætla ekki að ljúga. Ég bara, þú veist, þeir eru frjáls og, einmitt, Assad farinn og fangilsið þarna og opnaði þetta ógeðslega fangilsið sem er nú bara, hvað er þetta að kalla? Human Slaughterhouse eða eitthvað? Já. Eitthvað slíkt. Já, og það var vissulega í gangi. Já, alveg viðbjóður, sko. En ég pínu forutinn, hvert sér þú þetta fara? Já, núna tökur bara næstu mánuði. Sko ástæðan fyrir því að ég fagnaði ekki þegar Assad féll frá, eins og þú segir, í öllu fjölmiðlum þá voru sýndar myndir af því að fólk er að fagna út á götum og það er að taka niður stytturnar og svona og hitta fjölskyldunum sinni fyrsta sinn í 14 ár Já, svo náttúrulega svona fréttir að þessum fangilsum að hleypa út sko föngum, pólitísku föngum og svo framvegis. En ég meina, ég sá bara fram á það, ég meina landið er nú þegar skipt upp af því að sko það sem að gerist í sýrlensku borgarastyrjöldinni var að ISIS tók hérna á sínum tíma 2014-15 stóran hluta landsvæðis hérna í norðausturhluta landsins í kringum borgina Al-Raqqa og þegar ISIS var barið tilbaka þá fór mest af þessu landsvæði undir stjórn Kurda sem eru studdir af Bandaríkjunum. Þannig að núna, ef við skoðum núna sko kort af Sýrlandi eins og lítur út í dag þetta reyndar, við erum ekki með þetta kort sko, en þið getur fundið þetta bara á netinu sko. Til dæmis Institute for the Study of War gefur út góð kort og svo líka bara farið bara á Wikipedia og skrifið, þú veist, Syrian Civil War eða eitthvað, þá getið séð kort af þessu að Kurdar ráða þarna yfir norðausturhlutanum
Tyrkir tóku þarna bufferzone á sínum tíma 2008 niður mann rétt, þannig að Tyrkir ráði yfir hluta af landinu og svo náttúrulega hérna Ísrael hefur sótt fram hjá Gólanhæðum og tekið hluta af landinu þar sko. Svo eru Bandaríkin með herstöð í suðurhluta landsins í Al-Tanf og það einhvers konar security zone sko. Og svo eru aðrir uppreisnarmenn sem að ráða yfir suðurhluta landsins og þeir sóttu að Damaskus frá suðurhlutanum á sama tíma og uppreisnarmennirnir frá norðri. Þannig að landið bara splundrað í öreindir. Og það fyrsta sem ég áttaði mig á þegar ég heyrði fréttirnar af því að Assad hefði flúið land og væri ekki lengur við völd að núna ekki séns að landið verður nokkuð tíma sameinað aftur. Þetta var síðasta vonin til þess að allavega ná að sameina landið aftur að sé einhver ein sterk miðlæg ríkisstjórn. Bara ekki séns. Já, alveg svo þegar Gaddafi féll frá í Líbíu að þegar hún farin frá þá splundrast þetta bara, þetta verður bara svona warlord dæmi, skilur. Bara eins og Kína í borgarastyrjöldinni á sínum tíma, það bara landinu er bara stjórnað mismunandi einhvern svona stríðsherrum, skilur. Og það er svo margir uppreisnarhópar og þeir geta aldrei komið sér saman. Hvernig eiga þeir að sameinast, skilur. Þannig að það er bæði uppreisnarhóparnir sem ráða þarna yfir Damaskus og Homs og Aleppo og þessum borgum. Og svo eins ég talaði skilur hinn svæðin sem eru bara hernuminn af Tyrkjum eða eru undir yfirráð Kúrda sem eru stuttur af Bandaríkjunum undir yfirráð Ísrael. Þannig að landið er bara splundrað í öreindir. Þetta verður bara failed state og þetta fer bara sömu leið og Líbía og bara Sómalía. Já, einmitt. Það er nógu slæmt að þessi margir svona ólíkir hópar en það sem versta er að það eru erlend áhrif. Það eru stórveldi allt kring að setja ótrúlega mikið á vogarskálanar og skipta sér að öllu og hafa mikla hagsmuni og vilja bæta stöðu sína á einn eða annan hátt. En eitt, sjáum mynd 15 að þetta er allt svo ótrúlega skrítið að Bandaríkjamenn studdu Al-Qaida og Osama bin Laden í Afganistan þegar Sovétríkin fóru þangað inn og þá var hann lofsunginn í amerískum og vestrænum fjölmiðlum. Þetta er grein frá 1993. Andsovjaskur stríðsmaður setur landið sitt setur herinn sinn á vegferð friðar. Það er nú ekki það er nú ekki gengið eftir og er hann almennt talin einn aðal skipuleggjendum hryðjuverka árásarinnar á tvíburaturnana. En þetta er svona, og eins með Saudi-Arabíu, þú veist, sem eru þarna í njóta stuðnings Bandaríkjanna, að þeir eru að styðja fylkingar sem þeir enda síðan á því að vera að berjast við sjálfir. En er þetta ekki kannski, tjörfi bara tilraun til þess að auka óstöðuleika, af því að í óstöðuleikanum þá hefur þú kannski tækifæri til þess að bæta þína stöðu sem heimsveldi. Já, góð punktur. Það má deila að hversu miklu leyti þau Bandaríkin sá þetta fyrir og vildu þetta. Ég meina eins og við sáum ISIS. Obama fóru síðan í hernaðaríhlutun gegn ISIS, þannig að það virðist hafa farið out of control. Og saman með stuðning þeirra við uppreisnarmennina í Afganistan, eins og Osama bin Laden, sem fékk notabene þjálfun frá CIA, að það kom þeim síðan í koll, að því hann skipulaði síðan hryðjuverk árásirnar 11. september og þessir sömu uppreisnarmenn urðu síðan að Talibanum í Afganistan sem að Bandaríkin voru í stríði við í næstu 20 ár og þurftu síðan yfirgefa landið og þá tóku Talibanar aftur í landið. Þannig að þetta sem að CIA kallar blowback, að þú gerir eitthvað og það skýtur tilbaka í andlitið á þér, skilur. En á sama tíma eins og þú segir, það eru sumir sem færa rökkur í því að þeir vilji skapa óstöðuleika, að því að það er þessi deila og drottna strategía, divide and conquer, að þeir vilji ekki hafa Miðausturlönd sterk og sameinuð stóru og öflug ríki eins og Íran, að því þá getur þau skákað yfirráðum Bandaríkjanna og Ísrael. Þau vilja hafa þau mörg, lítil og veik og það er bara betra að þessi að berjast við hvern annan heldur en að berjast við okkur, heldur en að berjast við Ísrael. Frekar að þessi að allir bara berjast við hvern annan. Eins og segja, það eru sumir sem að færa rök fyrir því að þetta sé beinlega strategían að skapa óstöðuleika og deila og drottna, en ég satt að segja að ég bara veit ekki svarið við því, hversu mikið til í því, en auðvitað er það rétt að þeir vilja veikja andstæðingarna síðan og vilja frekar að þeir berjast við hvern annan heldur en við sig. Það var nú einn maður sem vann í Pentagoninu, ég vildi ég væri með klippuna eða með þetta ekki huga á hann, en hann segir sem sagt í viðtali við Democracy Now, ég held að það hafi verið 2007 eða eitthvað, þegar hann segir þetta sem sagt, þá segir hann frá upplifun sinni að því að vera í Pentagoninu og hafa fengið að heyra svona leynilegar áætlanir þegar Bush var forseti, Bush yngri, og þá var sagt bara, heyrðu, þau ætla að taka Írak, Sýrland, Lebanon, Sómalíu og Íran og þau ætla bara að taka þetta bara í röð, þú veist, og hann nefndi ykkur 7 lönd þarna, Líbíu líka, og af þeim 7 eru 5 búin að vera í miklum styrjöldum sem eru flestar proxy styrjaldir, þar sem eru mikil afskipti annara heimsvelda inn í þessum atburðum.
þannig að auðvitað leggja svona stórveldi niður ákveðna línur og leggja ákveðin plön og eru með áætlanir en svo breytist þetta eins og margir analistar hafa verið að benda á núna, það bjóst enginn endilega við því að Sýrland myndi hrynja svona hratt. Nei, það var óbúslega hratt. Já, það var fáir sem sáu það fyrir að því að það bjóst enginn við því að Sýrlandsherinn myndi bara bráðna og ekki berjast á móti sko. Þeir börjust í rauninni ekkert á móti, þess vegna gekk það svona rætt fyrir sig, þess vegna sumir að segja þetta var í rauninni ekki stríð, þetta var meira bara einhvers konar valdarán, bara yfirtaka skiljið, að því að Sýrlandsher, við vitum ekki fyrir víst, greinilega hefur hersöðingunum verið mútað eða eitthvað slíkt, að því þeir bara börjust ekki á móti, þannig og það er það sem enginn sá fyrir að þeir voru búin að berja svo hart í svo mörg ár að við þetta völdum í landinu, þannig að þess vegna er það svo skrítið sko, og margir furða sig á þessu. Og Assad lét ekkert sjá sig, það heyrist ekkert í honum og svo var hann bara farin úr landi. Flúði bara. Og hvað hann var sko passífur, flytur enga ræðu eða neitt ávarp eða neitt og svo bara hverfur hann sko. Og þess vegna sem að tala að þetta hafi bara verið einhvers konar valdarán og í yfirlýsingunum sem að Rússar gáfu frá sér í utanríkisráðuneyti Rússlands, þá sögðu þeir sko Assad hefur flúið land, seinna kom fram að hann er kominn til Rússlands og það var samkvæmt sko sögðu þeir samráði við aðila á svæðinu, svona orðuðu Rússar það sko. Þá eru margir að pæla og þannig að þú veist, á baku tjöldin hafa verið einhverja samningaviðræður í gangi og það er bara verið ákveðið, þetta er búið spil, þú ert bara úr leik, skilurðu. Ég haldi að hann hafi vitað hvað væri að fara að ske. Haldi að hann hafi verið svona... Það var allan sagt að hann hafi verið varaði við að það væri eitthvað uppbygging í gangi sko, þannig í Idlib og hann hafi bara ekkert brugðist við. Íranir segja það sko að þeir hafi varað hann við og hann hafi ekkert hlustað sko. Og þá er einmitt sko spurning sko, hvað var í gangi, við vitum það ekki fyrir víst sko, voru einhverja samningaviðræður í baki á baku tjöldin sko, eða svo er talað sko að hann Assad, að sko, þú veit að helstu bakkjarlar hans voru sko Íran og Rússar og svo var skrifað undir þetta vopnahlé 2020 og þá fór hann sko að taka upp aftur eðli samskipti við Arabaríkin við Persaflóan eins og Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmin og Sádi-Arabíu og kom Sýrlandi aftur inn í Arababandalagið sko og þannig að hann var skilur að reyna að normalisera landið skilur og byggja upp betri og friðsamlegri samskipti við þessi hinn Arabaríki sem hefur áður reynt að steypa honum á stóli og þá og hann hefði mögulega fengið sko lán frá þeim á fjármagn því það voru svo mikla efnahagsþvinganir á Sýrlandi frá Bandaríkjunum og hann hefði fengið sko lán eða fjármagn frá þeim og þá er talað að þetta hafi veikt stöðu hann sko, að hann hafi við erum bara skellt hurðinni á Íran og Rússland sem voru hans aðal bakkjarlar sko og reynda ganga í bandalagi aftur með sko hinnum Arabaríkjunum á svæðinu sko og þá er talað að það hafi sko spilað þátt í þessu að síðan að þegar þessi sókn hefst þá er hann bara svona passífur og segir ekkert, lætur ekkert sjá sig og svo er líka merkilegt að BRICS samtökin héldu fund núna á árunni í Kazan og Assad var boðið en hann mætti ekki sko. Já, þú meinar. Skilurðu, þannig að það er túlkað að hann hafi einhvern veginn verið að fjarlægast, skilurðu, Rússland og Íran og BRICS hafi verið að reyna að ganga í bandalag með hinnum Arabaríkjunum á svæðinu, en það hafi ekki gengið og þetta skýrir það, skilurðu, hvers vegna hann einhvern veginn bað ekki stuðning frá Hvenær var þetta? Þetta var þetta ekki september, maður sá Kazan Summit. Já, ekki lengra. Ekki langt síðan, sko. Já, ok. Þetta var í október núna, BRICS Summit Kazan, hann mætti ekki þangað sko, honum hafi verið búið Hann hefur kannski haldið að hann væri að komast í svona góðar náðir hjá hinnum Arabaríkjunum sem eru náttúrulega bandamenn Vesturlanda en það hefur nú ekki reynst rétt einmitt og það eru mistök sem fleiri þjóðarleiðtogar hafa gert sem eru í einhvers konar andstöðu Bandaríkjanna að ekki treysta þeim, þeir eru með sínar áætlanir að við tökum smá umræði í lokin að fáum aftur upp kortið mynd nummer 6 að þetta víðara geopolítiska samhengi. Nú, já, Assad var einræðisherra, við erum ekki að styðja Assad en áttum okkur á því að Sádi-Arabía, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmin, þetta eru alræðisríki undir konungsættum, þannig að sjáum þennan tvískinnung sem er þarna ef að Vesturlöndum er í alvöru svo andum að koma á lýðræði í Sýrlandi, hvers vegna eru þau þá að vinna með Sátum og Katar og þegar að fólk fjölmiðlar eru að fagna því að nú sé að fara að koma lýðræði í Sýrlandi að áttum okkur einmitt á því líka að það eru Katar, það eru Sádi-Arabía,
og svo framvegis sem eru að styðja vopnuð átök í Sýrlandi og eins og staðan núna þá eins og við höfum nefnt að þetta ekki góða fréttir fyrir Palestínu, það verður erfiðara núna að fá vopn frá Íran sem eru þau einu sem eru að beita andspyrnuhreyfingunni beinan stuðning í vopnum og stundum talað þetta sem öxul andspyrnunar þarna og það mjög löng saga á bakvið allt þetta sem að gerast núna, allt hefur sitt samhengi og framvindu en það heimsvaldastefnan í Jemen. Sátar og Bandaríkjamenn og Bretar frömdu þar það sem bara líklega verður talið seinna og staðfest sem bara þjóðamorð, drápuð þarna einhver 370.000 manns, yfir helmingurinn voru börn og þess vegna kannski hefur Jemen líka verið mjög virkur partur í þessum öxul andspyrnunar eftir Al-Aqsa árás Hamas 7. október þá lokuðu þau á skipaflutninga þarna inn á milli en BRICS-þjóðirnar hnattræna suðrið að verða öflugara en það hefur nokkuð tímann verið í svona hlutvöllum við Vesturlöndin, við gömlu Evrópu nýlendu ríkin sem eru stundar bara ennþá rosalega sterka og ofbeldisfulla heimsvalda stefnu þannig að til skemmri tíma þetta hræðilega fréttir fyrir frjálsa Palestínu þar sem Sýrland að hrynja en á sama tíma BRICS-þjóðirnar að verða öflugri og geta farið að beita sér fyrir auknu sjálfstæði og fullveldi og það ofta sem að þetta snýst bara að í stéttabaráttunni hérna heima þá á Íslandi þá erum við með verkalýðsfélög og vinstri flokka og þar erum við að há baráttuna fyrir betra lífi og meira frelsi fyrir okkur alþýðuna, almenning sem launafólk og svo framvegis. En ef þú ert í landi eins og Sýrlandi eða Burkina Faso, Níger eða Mali í Afríku að þú vilt fá að njóta góðs af auðlindum og vinnu þjóðarinnar, olíunni til dæmis, þá bara helsta baráttan þín gegn heimsvaldastefnunni. Og það áskorun eða svona hlutur sem þú verður að ná einhvern veginn að yfirstíga og það tengist í að ná einhvers konar fullveldi og það bara mikilvægt fyrir okkur í Vesturlöndum að átta okkur á þessu, átta okkur á raunveruleikanum á bakvið þessa heimsvaldastefnu og hvernig hún hefur fungerað og virkað. Mikill meirihluti mannkynsins græðir ekki á núverandi fyrirkomulagi, þau þurfa breytingar og það það sem margar BRICS-þjóðir hafa kallað eftir og það var nú merkilegt fyrir nokkrum árum að þá komu 2021 held ég að vera að þá voru nokkrar þjóðir sem að almennt eru talnar svona slæmar í vestrænu samhengi að Kína, Íran og Norður-Kórea meira að segja en fullt af öðrum þjóðum líka. Þau komu og skrifuðu undir svona viljayfirlýsingu kölluðu það a group of friends, hópur vina sem vilja venda stoppsamþykkt Sameinuðu þjóðanna vilja að heimurinn fara að beita sér raunverulega fyrir því að það sé hægt að uppfylla stoppsamþykktum Sameinuðu þjóðanna, the UN Charter og að núverandi skipulag í öryggisráðinu til dæmis sé ekki að ná þeirri niðurstöðu fram. Auðvitað á Ísland að standa þarna með líka auðvitað þarf að gagnrýna til dæmis innrás Rússlands og öll alþjóðalagabrot sem eiga sér stað, mannréttindabrot og svo framvegis en það ekki hægt að gera það ef þú ert ekki líka að gagnrýna þjóðamorð sem eiga sér stað fyrir berum augum og hvernig Bandaríkin og Ísrael taka öryggisráði algjöra gíslatöku og koma í veg fyrir að þessi hægt að stöðva slíkan augljósan hrylling. Og þú talaði um heimsvaldastefnuna og hún birtist auðvitað í stuðningi Vesturlanda við Ísrael sem að stunda landtöku og fremja þjóðamorð og stunda bara beinlínis nýlendustefnu. Það náttúrulega bara bersýnileg heimsvaldastefna. Og annað dæmi sem að þú myndist á og það þessi tvískinnungur, þessi double standard að vera á móti Assad en á sama tíma styðja við aðra einræðisstjórnir á svæðinu. Og tökum nú bara dæmi Ég meina Assad var þarna eitt vondur kall. En hvað með Sádi-Arabíu sem náttúrulega það allir að tala hérna Talibana í Afganistan að kúa konur, hvernig ástandið fyrir konur í Sádi-Arabíu og náttúrulega Sádi-Arabíu náttúrulega alræmt að þeir að stunda aftökur og örugglega pyntanir og margt þvíumlíkt líka eins og í Egyptalandi. Í Egyptalandi einræðisherra sem heitir El-Sisi sem komst til valda í landinu munið eftir að Mubarak var steypt frá og hann hérna studdur af Bandaríkjunum og Egyptaland fær heilmikinn hernaðarstuðning frá Bandaríkjunum og hann bara hrottalegur einræðisherra og þau voru gagnrýndir fyrir mannréttindabrot og með fangelsi og pyntanir líka, það líka Egyptalandi og svo Erdogan í Tyrklandi
ég meina Tyrkland náttúrulega í NATO og hann bandamaður okkar, en ég meina Tyrkland hefur verið gagnrýnt verulega fyrir mannréttindabrot gagnvart Kúrdum og fyrir innræðistilburði Erdogan. Þannig að sko allir þessir innræðisherrar og kallar, þeir eru bara vondir kallar eða þeir eru liðið með Rússlandi eða þeir eru ekki liðið með okkur, og þess vegna er Assad vondur kall, af því að hann var í liðið með Rússlandi og því að faðir hans var í liðið með Sovétríkjunum á sínum tíma. Þess vegna var Gaddafi vondur kall, af því að hann var ekki með okkur í liði, en hinir eru bara í fínu lagi, sko. Já, og þetta svolítið hræðnir, sko. Já, þetta sko birtingum með heimsaldastefnunar, að við styðjum við innræðisherrar þeir eru með okkur í liði og þjóna okkar hagsmunum, en við steypum þeim að stóli ef þeir eru á móti okkur, sko. Og fara eitthvað aðra leið, sko, skiljið. Þetta heimsaldastefna. Og algjör hryllingur og verður að taka og sérstaklega, já, það náttúrulega bara hitna undir ennþá áfram meira, þú veist, það bara gæti allt eins hafist heimstyrjöld, hvað og hverju, og margir segja nú við séum nú þegar í heimstyrjöld, bara í þessum svona proxy styrjaldar stíl, að það verði bara fleiri og fleiri proxy stríð, eða svona staðgengils stríð, en svo þjóðir sem eru þá að kalla non-aligned movement og það nú ennþá til, og það voru þjóðir sem vildi ekki vera endilega geðhliðhollar Sovétríkjunum eða geðhliðhollar Bandaríkjunum, það vildur bara beita sér fyrir sínu eigin sjálfstæði, fullveldi og svona framþróun, sko. En það eins og kannski maður segja að Libya hafi verið, hún var ekki að styðja Rússland í einu og öllu, bara alls ekki. En það bara skiptir ekki máli ef að hagsmuni Bandaríkjanna eru einhvern veginn í nöp eða þeir vilja ná okkur fram. Áttum okkur á því. En Tjörfi og Anita, takk hérlega fyrir gott spjall. Takk sem leiðis. Takk. Ég vona að gestir og áhorfendur séu ykkur nær stöðuna í Sýrlandi. Það er mjög margt annað sem hægt að taka fram. Saga Arabaríkjanna, Miðausturlandana er náttúrulega löng og verið strembin og það má aðalega rekja til þess að þarna eru mjög sterkir hagsmunir að utan að setja gríðarlega mikið á vogarskálanar. Þar til næst, takk hérlega fyrir samfylgdina, beitum okkur fyrir frjálsri Palestínu og frelsi í heiminum. Þá er nauðsynlegt að átta sig á því hvað er í alvörunni að gerast og ekki falla fyrir þessum gervi narratífum Vesturlanda sem ganga ekki út á neitt annað en að framlengja og viðhalda